Nú skulum við bara koma okkur þægilega fyrir. Þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá máttu bara loka augunum, leyfa þér að slaka á. Leyfa þér að treysta Guði. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ætlar að vinna þitt stórkostlega guðlega verk hér í kvöld. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég bara fer með svona bæn og þú getur endurtekið hana eftir mér, annarkvort upphátt eða bara í hljóði í hjartaniðinu og gert hana þannig að þinni. Góði Guð, kæri Jesús, ég kem frammi fyrir þig með iðrun í hjarta og ég iðrast allra þeirra skipta sem ég var ekki heils hugar við þig. Ég iðrast allra þeirra skipta sem ég tók eitthvað annað, eitthvað úr þessum heimi fram með þig, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur mér og þú hefur fyrirgefið öllum mínum syndum. Ég trúi því, Jesús, að þú sért almáttugur Guð. Ég trúi því að þú sért kraftaverka Guð. Og ég trúi því, heilagur andi, að þú gerir kraftaverka lækningar í mínu lífi og annarra. Og ég bið þig, Drottinn, að hjálpa mér að varðveita hjarta mitt. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, heilagur andi. Og ég hleypi þér inn í hvern krók og kima. Og ég gef þér algjörlega frjálst leyfi til þess að vinna það verk sem þú vilt í mínu hjarta og í gegnum mig. Og ég bið þig að skapa í mér hreint hjarta. Hjarta sem heils hugar við þig, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt af þínu ljósi, af þinni ást, af þínum friði, af þinni lækningu.
Og ég gef þér hjarta mitt, Jesús. Blessunar yfirflæði fyllir hjarta mitt núna. Og ég hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Í Jesú nafni hasta ég á allt myrkur sem hefur reynt að koma gegn hugarfarinu mínu og ég meðtek frið inn í hugsanir mínar. Og ég lýsi því yfir í Jesú nafni að hugsanir mínar eru fullar af friði, fyrirgefningu, heilbrigði, vellíðan og fullar af Jesú Kristi. Og ég bið þig, heilagur andi, að koma með kraftinn og flæða í gegnum hjarta mitt, þannig að allt sem ekki frá þér hreinsast út núna. Og ég þakka þér fyrir að hjarta mitt fullt af þér, heilagur andi. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt af þér, heilagur andi. Því góða, því fagra, því guðlega. Nú kem ég fram fyrir þig, Drottinn, og ég bið að opinbera fyrir mér og sýna mér ef það eitthvað í mínu hjarta sem ekki frá þér, eitthvað skurgoð og einhver hjákvuð eða eitthvað annað sem þarf að fara út, og bið að sýna mér það núna. Og hvað sem að Guð kann að sýna þér núna, þá legg ég hendinni yfir hjartað og segi í Jesú nafni læknastu. Og þetta farið fyrir fullt og allt. Og Guð búinn að setja stórkostlega blessun inn í hjartað núna í staðinn. Núna ætlum við að gera bara litla þakklætisæfingu með Guði og ég ætla að biðja hvern og einn sem að hlusta að bara telja upp í huganum og hjarta sínu allt sem að þú ert þakklátt eða þakklátti fyrir og þakka Guði fyrir. Þá myndir til dæmis segja hjartanu bara takk Jesús fyrir börni mín, takk Jesús fyrir vinnuna mína, takk Jesús fyrir að það hreint vatn í krananum.
Takk Jesús fyrir allsnægtirnar. Bara telja upp í huganum núna, við ætlum að gera þetta í svona 1 mínútu og fylla þannig hjarta okkar af stórkostlu þakklæti Guðs. Og það má líka vera eitthvað sem að þú hefur verið að bíða eftir, eitthvað sem þú væntir. Og það er svo magnað að finna hvernig þegar maður hugsa svona þakklætishugsanir, þá finnur maður hvernig hjarta fyllist af þakklæti. Og því þakklátara sem við erum, því meira getur Guð gefið okkur. Af því að þakklæti er kraftur sem að Guð nota til þess að blessa okkur ríkulega. Og þá ætlum við bara núna að taka örstutta stund þar sem við ætlum bara að sitja í nærveru heilags anda. Við segjum: heilagur andi, ég elska þig, ég vil þekkja þig betur. Ég vil eyða tíma með þér, heilagur andi, og ég býð þig velkomin í mitt líf.